Já, komið sæl og velkomin í Sín Egils á sunnudagsmorgni, eftir hádegisfréttir hjá RÚV. Hér á eftir koma til okkar Hulda Þórisdóttir, stjórnmálafræðingur, Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, Magnús Helgason, sagnfræðingur og Gunnlaugur Jónsson, frumkvöðull, og við ætlum að ræða skautun og menningastríð, en á vettvang dagsins eru mætt hér Andrea Sigurðardóttir, blaðakona Morgunblaðinu, Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, blaðamaður og rithöfundur. Er þetta ekki nokkurn veginn upptalið? Já, ég sé ekki miklu fleiri nema Gunnar Smára. Já, hann kynnir sig sjálfur eftir. Herði, en hérna, nú lesum við svolítið gagnrýni á ríkisstjórninni í fyrsta sinn, svona sem kemur ykkur svona hörð gagnrýni, og það er við fjárlagafrumvarpið og hvernig, sem sagt, hvað vantar í það, til dæmis eins og meira sem sagt, átak í húsnæðismálum og svo eru forystu fólk í launþegahreyfingum sem eru ósátt við hvernig farið með til dæmis lífeyrisgreiðslur eða stuðning við verst settu lífeyrissjóðina. Er þetta eitthvað, er þetta ekki samlega þessu? Það er svona harðasótt að eitthvað núna heldur en hefur verið. Já, allavega þá fáum við ábendingar ýmislegt sem að fólk hefði viljað sjá öðruvísi í fjárlagafrumvarpinu. Ég held að svona meginstefnu til þá séði nú samt samlega tekið. Ég held að sé þrátt fyrir allt býsna breiður stuðning við það að stóra verkefni sé að styðja við lægri vexti og minni verðbólgu, og að eftir mörg ár þar sem hefur verið halla á ríkissjóði þá þurfum við að hætta því, og stefnan er tekin á það að flýta því. Þannig að það verið hallalaust 2027 og það er raunar 15 milljarða halli af þessu frumvarpi sem er 1/3 af því sem að fyrir ríkisstjórn gerir ráð fyrir á sama ári. Þannig að það má eiginlega segja að, og mikilvægt að við gleymum því ekki, að þetta ferli mála í þinginu, að það byggir á þeirri hugsun að þekkingin búi víða í samfélaginu. Þannig að núna kemur fjárlagafrumvarpið fram eins og það kemur frá fjármálaráðherra og ráðherrunum og fer síðan til umsagnar, og við fáum alls konar athugasemdir. Einhverjir vilja kannski skera meira niður, einhverjir telja að það vanti í og að forgangsröðun sé ekki rétt, og núna fer þingið yfir þessar ábendingar allar. En þetta sem að þú nefndir, sko, þetta svona ávinningurinn, það er svona til framtíðar, það er ekki, og það er að vel takist til. Já, svona bæði og. Ég held að mörg heimili og fyrirtæki sannarlega finni hátt vaxtastig brenna á þeim núna. Og allt sem leiðir til þess að flýta því að vextir lækki og verðbólga lækki, ég held að það sé svona breið samstæðum að það sé gott. En nákvæmlega hvernig peningunum er síðan skipta. Það er það sem við erum að tala um. Já, akkurat, sko, og þar er auðvitað þessi svona hefðbundna umræða á Íslandi, erum við dæmd til þess að hafa miklu hærri vexti hér heldur en annars staðar, bara út af litlu hagkerfi og krónunni. Þú veist, eru það með öðrum orðum, sko, kerfisbundnar ástæða fyrir því að það er svona dýrt að skulda á Íslandi, eða er þetta bara hagstjórnarmál? Hefði hagstjórnin undanfarin ár geta verið betri þannig að við fengjum vexti og verðbólgu hraðar niður eða ekki? Þetta var náttúrulega mikið rætt núna bara fyrir síðustu þingkosningar, og eitt af því sem að þessi nýja ríkisstjórn lagði áherslu á var að standa sig á þessu sviði, og ég held að sé nú mikill stuðningur við það. Fyrir ríkisstjórn náttúrulega glímdi bæði við COVID og Grindavík, það er svona aldeilis átök sem þurfti það. Já, og ég held að varðandi viðbrögð við COVID svona efnahagslega, þá má kannski gagnrýna að ríkisstjórnin hafi farið dálítið hægt af stað, en hún gerði mjög margt rétt að mínu mati. Þannig að þegar COVID linnti að þá komst atvinnulífið af stað, og meir en það á í raun flug býsna hratt. Einhverjir hafa verið að finna því að stuðningurinn hafi verið á lengi, það má vera, en aðalatrið er að þetta verið í meginatriðum rétt. Ég held að það hafi líka verið í meginatriðum rétt að samfélagi sem heild tók og vissi að nátt óvissuna á sig í Grindavík, og það hafi líka verið skynsamlegt. Þannig að ég er ekkert að gera lítið úr því að þetta voru miklar áskoranir sem að þar sem að ríkið í raun tók að sér
hlutverk tryggingafélags fyrir hönd samfélagsins og miðlaði þessum stóru höggum á allt samfélagi þá til lengri tíma en það breytir því ekki að verðbólgan hefur verið meira langvarandi hér, farið hægar niður heldur en í öllum löndum að minna sem við berum okkur saman við. Vextirnir líka og bili milli verðbólga og vaxta raunvextirnir. Þetta bara mjög hátt og eðlilegt að það sé bara rætt, það hagstjórnarlegt eða það kerfislegt og þurfum við þá að ræða Evrópu og annað sem að Andra, hvað segir þið blaðamenn að hlusta á þetta? Já, það nú svo sem alveg margt í þessu sem að Dagur að segja. Ef við byrjum bara til dæmis á COVID og útgjöldunum og verðbólgunni því tengdu, það glímdu fjölmörg önnur lönd í kjölfar COVID við verðbólgu en hún fór hraðar niður annars staðar en hér og það að mínu mati hagstjórnarmál. Krónan hefur nú verið til friðs á þessum tíma og hefur núna verið dálítið lengi bara einn stöðugasti gjaldmiðli í heimi sem dálítið svona nýr veruleiki fyrir okkur, myndi maður segja, en kannski það sem aðgreindi okkur dálítið frá öðrum löndum, þar sem að verðbólgan fór hraða niður, svo að við sjáum það í samanburði við önnur lönd að útgjaldaaukningin sem að varði í kjölfar COVID, að hún gekk hraðar tilbaka í öðrum löndum en hún hefur gert hér. Og ég held að við skuldum ennþá þar og þegar við tölum meira aðhald, aðhald alltaf skilgreint sem í ríkisfjármálunum að útgjaldaaukningin sé ekki hraðari en hagvöxtur. Það ekki niðurskurður. Við sjáum engan niðurskurð í þessum fjárlögum. Það eitthvað hagræðingar aðgerðir þarna en þrátt fyrir það útgjöld að aukast í nær öllum málaflokkum. Það örfáar undantekningar þar en í öllum stórum málaflokkunum þar útgjöld að aukast. Kannski vegna þess að það bara var of drengt að þessum málaflokkum áður? Ég myndi nú ekki segja það, af því að við höfum verið að auka útgjöld alveg verulega frá því COVID. Það sem að við sjáum síðan núna í fjárlögunum samanborið við fjármálaáætlun, að þá útgjöld, þrátt fyrir að hallinn sé að minnka, að þá útgjöldin samt að aukast frá fjármálaáætlun. Þannig að það var ekki eitthvað, hið aukna aðhald sem var boðað í þessu fjárlögum, það hefur ekkert með útgjöldin að gera. Það hefur með það að gera að tekjur að við erum að fá meiri tekjur en við reiknum með og þær komin hraðar. Það það sem að skila þessu, það ekkert aðhald á útgjaldahliðinni. Snorri, svo var nú tíðin að þú skrifaði mikið efnahagsmál. Já, það mikla skuldir, sumu leyti tilkomnar út af COVID, öðru leyti komið að hallarekstri sem ekki tengdur COVID eða Grindavík. Það var hallarekstur síðustu ríkisstjórn sem satt í 7 ár vegna þess að einn flokkur vildi ekki hækka skatta og annar vildi ekki skera niður. Og þess vegna var haldið áfram bara að keyra. Ég orðaði þetta nú þannig að þetta var eins og svona ferja sem að væri með opið stefni þar sem að bílarnir keyra inn út í sjó og dró bara inn í sig hallarekstur og skuldir og nú skuldir, ekki 120 milljarðar á ári sem við erum að borga í vexti sem alveg óviðunandi. Og þá var það spurningin, en stór hluti af þessum skuldum tilkomið vegna COVID og hvert fór sá stuðningur í COVID, hann fór mest til fyrirtækja eins og hefur verið bent á og komið fram og þá myndi maður halda að það væri kannski áætlun inn í nýrri ríkisstjórn að þeir sem að fengu stuðningin, ef þetta tryggingafélag, að þeir sem að fengu útborgað tryggingunum, að þeir fái að borga iðgjöldin, en það ekki í þessari áætlun. Það heldur ekki þessari áætlun að vera að leysa. Frumvarpið ekki? Já. Það líka heldur ekki í áætluninni, sko. Það heldur ekki leiðrétting á þessu sem að lýsa áðan, sem að var mikill það lægri skattar á fjármagnstekjur hér heldur en í nágrannalöndum okkar. Það lægri fyrirtækjaskattur heldur en í nágrannalöndum okkar og það kostar bara og ein leiðin svo að við bara lifa við það með því að búa þá við lakara opinbera þjónustu, lakari grunnkerfi samfélagsins, minna viðhald og uppbyggingu innviða til þess að fjármagnseigendur og fyrirtækjaeigendur greiði hér lægri skatta, við búum við velferðaríki
fjármagns- og fyrirtækjaeigenda, en hinn leiðin náttúrulega að hækka skatta, þannig að þetta sé allavega í samanburði við það sem að gerist í þeirra löndum sem ég held að almenningur beri sig saman við. Telur að við eigum að geta búið við jafntraust grunnkerfi og í Skandinavíu. En þú getur ekki fengið það og síðan eitthvað allt annað skattkerfi. Og það er ekkert í þessu frumvarpi eða í fjármálaáætlun þessar ríkisstjórnar sem bendir til þess að þarna eigi að vera einhver stefnubreyting. Við erum bara með áframhaldandi fjármálastefnu Bjarna Benediktssonar og Seðlabankans. Áðurinn leipi öðlega þá... Ég vildi aðeins bregðast við einu þarna því að tala um styrkina til fyrirtækina. Ég er sko sammála því að það hafi verið gengið aðeins svo langt í þessu öllu saman. Við sjáum bara á gjaldþrotum fyrirtækja, það er eitthvað sem er svona ákveðið náttúrulegt hlutfall, það er eðlilegt að ákveðið hlutfall af fyrirtækjum fari í þrot og það er bara skilur á milli þeirra sem eru vel reknir eða ekki vel reknir eða eru eftirspurn eftir eða ekki eftirspurn eftir, það er eðlilegt. En það hvarf alveg. En hitt er samt að við skulum ekki gleyma því að þessir styrkir voru til fyrirtækja sem að var verið að setja lokanir á. Þú getur ekki verið í rekstri. Það er verið að veita fé inn í fyrirtæki þar sem að ríkið er að hlutast til starfsemi þeirra. Nei, Andrea, ég er að segja, þetta er gríðarleg verðmæti að búa við í samfélagi þar sem að þú ert tryggð fyrir þessu og það er eðlilegt að þeir sem eru tryggðir fyrir þessu það sem er óeðlilegt að ríkið stöðvi starfsemi fyrirtækja, það er rosalega og það er ekki óhumdeild ákvörðun að gera það, að segja bara, heyrðu, þú mátt ekki hafa alltaf út í starfsemiðinni. Hitt er að stór hluti af þessum fjármunum fór í það að greiða laun til fólks, þannig að það kæmi ekki til mikilla uppsagna og atvinnuleysis. Þannig að stór hluti af þessu peningum fór til fólks og kom í veg fyrir að það misti vinnuna. Þannig að það er ekki eins og það hefur bara verið að rétta fyrirtækjunum pening á silfurfati sem að fór bara í vasa einhverja ríkar kalla eins og er stundum látið að liggja. Þetta var ekki svo. En það er engin áætlun það að fyrirtækin greiði iðgjöldina þessari tryggingu sem er stórkostleg að búa í samfélagi þar sem að þú er tryggð fyrir því að fyrirtækið fari í þrot eða verða ytri áföll. Það er eðlilegt að fyrirtæki borgi það, allavega eðlilegra heldur að við sækjum peningana í því að skerða lífeyrisréttindi erfiðisunum fólks. Valur, við erum kannski ekki alveg á tínum heimavelli hérna. Við grunar að eftir nokkra mánuði eða ár þá munum við vera að tala um eitthvað allt annað heldur en vexti og vísitölur og verðbólgu ef áfram heldur sem horfir. Og eitthvað alvarlegra en það. Já, ég held að þetta hafi verið nefnilega svolítið tímamóta vika mögulega í núna sem er að líða og kannski fyrirboðum það sem koma skal. Það gerðust 3 stórviðburðir. Það var það að Ísrael réðist á Katar og nú hafa náttúrulega Ísraelsmenn mjög lengi gengið allt og langt en þetta eru samt ákveðin tímamót þegar þeir byrja að drepa samningarnefnd og í óþökk Bandaríkjamanna virðist vera að því að Trump vill sem er friðarna og Ísraelsmenn eru smá saman að snúa öllum gegn sér bæði bandamönnum, fyrrum bandamönnum og nágrunum og öllum og fyrir að sér þá mun þeim hefnast fyrir það eins og það gerist. Í öðru lagi þá var náttúrulega morð framið í Bandaríkjunum og tíma virti sem allt var að springa og menn voru að tala og kalla til jafnvel borgarastríðis og henda og Bandaríkin eru á þeim stað að þetta er bara pottur sem er stöðugt að krauma og það er stöðugt að auka hitastig, loki rétt hangir ennþá á. Ef það hefði komið í ljós að tilræðismæðurinn hefði verið transkona eða innflytjandi eða bara demokrati þá hefði mig verið að sprungið en þetta er alveg að fara. Og það þarf að lækka hitastig aftur en það virðist enginn hafa áhuga á því og það vera að færa um það og síðan allir í þriðja lagi þá ræðst Pútín á NATO-ríki til þess að kanna hvað gerist og fyrir sjáanlega það gerist ekki neitt. Það tekst illa að skjóta rússnesku drónana niður, það eru eitthvað áframhaldandi viðskiptaþvinganir og Bandaríkin segir ekki neitt, þannig að sýnir að NATO er Pútín alltaf sér það að halda áfram á poti í NATO geti borgað sig og ekki ótengt þessu. Þá segir hann að friðarviðræðum við Úkraínu sé lokið í bili þannig að hann ætlar að halda áfram stríðið í Úkraínu mun halda áfram og líkurnar á því að það breiðist út eru stöðugt að aukast. Já. Það er það. Smári,
hann sagði hann að... Tek undir þetta, þetta eru... Dagur var í nefnd sem var að skila af sér í vikunni breytta öryggisstefnu Íslands sem ég var að bíða eftir. Já. En nú var svona bara í takt við svona stefnu undanferðinnar ríkisstjórna. Já og nei, auðvitað þarna kunnuleg stef og hornsteinar í varnar- og öryggisstefnu Íslands verða áfram varnarsamningurinn við Bandaríkin og NATO-aðildin. En breyttir tímar kalla á í raun víðari hugsun og það sem séðu þetta alþjóðlega og í Evrópu að Evrópustoðin innan NATO að styrkjast og styrkjast hratt. Myndu sumir segja en aðrir myndu segja ekki nógu hratt. Sumir myndu segja klofningu milli Bandaríkjanna og Evrópu verða að veikja NATO? Já, og þetta allt saman hluti af umræðinni og við þurfum einhvern veginn að fóta okkur í þessari óvissu og fólk sem les stefnuplaggið eða skýrsluna sem við vorum að senda frá okkur taka eftir því að við erum að undirstrika, við erum að móta stefnu á tímum óvissu og jörðin sem við stöndum á, hún er á heilmikilli hreyfingu. Hún snýst. Já, hún gerir það og þess vegna auk þessara hornsteina þá erum við að þétta samstarfi við Norðurlönd, við Eystrasaltslöndin inn í sérstökum hópi sem að Norðurlönd og Eystrasaltslönd eru með, við Breta líka gegnum alþjóðlega viðbragðssveitir sem að þar eru en líka við einstök ríki innan Evrópu og síðan við Evrópusambandið sjálft og þar erum við raun að fara kannski að einhverju leyti bara tróðna slóðir. Þetta er það sem að önnur NATO-ríki er að gera líkt hugsandi þjóðir en telja sig þurfa. En telur að samningar við Bretland og Norðurlöndin geti komið í staðinni fyrir varnarsamningin og Bandaríkin? Nei. Þannig að við verðum að halda góðu sambandi við Bandaríkin? Já. Og halda því áfram þannig að bandarískur her geti skilgreint hvort það sé ógn hér og komið hingað og tekið yfir þau. Já, á grundvelli varnarsamningsins ég held að séu þjóðarhagsmunir að hrófla ekki við því. Ég held að vera mjög óskynsamlegt skref einhvern veginn ef að þessi hópar hefði sagt við þurfum bara að endurskoða samningi við Bandaríkin. Það er skref sem að ég myndi ekki leggja til á þessum tímabúti með við hvað það eru. En ég held samt að við verðum að vera tilbúin undir þann möguleika að það verði að gera eitthvað slíkt af því að Bandaríkin eru núna í besta falli ótraustur bandamaður. Við sjáum að þegar að það er svo gott ráðist á NATO-ríki að viðbrögð Bandaríkjanna eru engin, það er ekki einu sinni yfirlýsingar og Þau voru með Trump með yfirlýsingar í vikunni að Evrópa yrði að hætta að kaupa olíu og beint af Rússum og að taka þátt í að setja 50–100% tolla á Kína. Er þetta eitthvað sem Íslendingar ættu að Við erum auðvitað ekki að kaupa Nei, ég er tollana til Kína, við erum bara með fríverslunarsamning í Kína. Olíu af Rússum en sumir nánustu bandamenn í raun Trump innan NATO og Evrópu hafa verið að gera það eins og Ungverjar og Slóvenar. En tolla á Kína, hann er að leggja það til og það er að skilyrði fyrir því að hann ætli að beita sér í Úkraínu að Evrópa setji 50–100% tolla á Kína. Er þetta eitthvað sem íslensk stjórnvöld ætla að skoða? Ég ætla ekki að tjá mig um það og það verður auðvitað svolítið nýr flötur innan NATO ef að slíkt kemur til umræðu annað en beina refsaaðgerðir gegn aðilum eins og Rússum sem að ráðast inn í nágrannalönd og fara að heyja landvinningastríð og það hefur auðvitað bæði verið kallað inn eftir því á vettvangi NATO og sérstaklega Evrópusambandsins að aðgerðir gagnvart Rússum verði hertar í ljósi þess að Pútín gengur á lagið eins og Valur er að rekja og ég held að þessu allir mjög hugsi yfir þessari dróna árás eða dróna flugi inn í Pólland. Já, meira að segja Viktor Orbán er nóboðið og hefur fordæmt Rússa en það mun halda áfram, Pútín mun halda áfram að pota og gera eitthvað og það er spurning bara hvenar hann potar nógu fast af því að hann tekur Evrópu mátulega alvarlega, annars er hann aldrei skilið eftir 300 milljarða inn á evrópskum reikningum ef hann er búist við því að það er því frist en að réðast inn í Úkraínu og já, fyrir eða síðar sennilega mun eitthvað fara úr böndunum og aftur að Bandaríkjunum.
Fyrsta lagi er ekki víst að þau vilji bregðast við, í öðru lagi þá er bara ekkert víst hvernig hlutir þar munu þróast, að hvort að þau munu reynt og beint tærast upp innanfrá eða þau munu velja að loka sig af og frá umheiminum og þá hvorum meginu Ísland svo línan liggur að því að 1941 þá ætli þeir að loka sig af frá umheiminum og þeir drógu varnarlínuna okkar megin við Ísland, þannig að Ísland var innan hennar en þá var það Roosevelt sem var forseti og það var gert með samþykki Íslendinga, þannig að ég held að við erum bara að vera vakandi fyrir þeim möguleika að Bandaríkin séu alls ekki til að treysta og jafnvel í versta falli eitthvað til að óttast. Við náttúrulega höfum séð við líka þróun í heimsögunni áður, við bara horfum áfram til Adolf Hitler sem að hann prófaði sig svona áfram að fara alltaf svona aðeins lengri um mörkin og svo bara fór hann í stríð og Kataland og það var ekki Austurríki sem var fyrst og svo annað og þannig að við höfum séð við líka og sem undirstrikar nauðsyn þess að það sé brugðist við þessari þróun og þessum innrásum Rússlands yfir landamærin. Hitt það að án þess að við getum að fullu treyst á það því að nú er þetta forseti Bandaríkjanna, hann hefur sýnt að hann dálítið ólíkinda tól en við kannski njótum þess umfram þessi ríki sem að núna standa í þessari mestu ógn alveg við landamærin að það hernaðarleg staðsetning Íslands sem að hefur verið eitthvað sem að Bandaríkin hafa horft til og það við séum á þessum norðurslóðum. Ég held að það sé eitthvað sem að við ættum að sannarlega láta vinna með okkur í þessu og ég held að það sé mikilvægt að eins og þið segið að þó svo maður getur kannski ekki treyst fyllilega á það þá er rosalega mikilvægt að gera allt sem hægt til þess að halda í þessa báða bandamenn og í því tilliti mjög mikilvægt að við stígum ekki of langt skref í aðra hvora áttina. Hvaða báða bandamenn? Vestan og austan við okkur. Svo ESB og Bandaríkin. Ég held að sé en okkar nánustu vinaþjóðir eru Norðurlöndin og þar umræðan svolítið önnur heldur en hér. Menn eru bara, og víða í Evrópu eru menn bara hreint og beint farnir að athuga hvar næsta loftvarnarbyrgi og þegar ég var í barnaskóla í Noregi þá var loftvarnarbyrgi niður í skólunum og það farið að opna þetta allt aftur og síðan númer 2 það Evrópa og númer 3 mögulega Bandaríkin en það held ég minna alltaf að treysta á. Það sem við vantaði svolítið í þessu umræðu að Ísland skilgreint af Bandaríkjunum sem hluta þeirra öryggisvæði og ég held að það sé enginn í heiminum sem telur það að Pútín efist það. Ég held að sé við erum í allt annarri stöðu en Eystrasaltslöndin eða Pólland eða eitthvað slíkt. Og mér finnst svolítið skrítið að vera alltaf að draga línuna þannig að við höfum algjörlega sömu öryggishagsmuni á þessu lönd. Við höfum það ekki. Og ég sé ekki ástæðu til þess að við eigum einhvern veginn að fórna okkur með því að leggja 1,5% af landsframleiðslu núna í uppbyggingu innviða samkvæmt einhverjum ordrum frá mannvirkjasjóði NATO og síðan hægt og bítandi að sogast inn í auka hervæðingu og annað slíkt sem að, það má vel vera að Eystrasaltslöndin og Pólland og jafnvel Norðurlöndin skilgreini þetta sem alveg grundvallaratriði í sinni öryggisstefnu. En ég sé ekki ástæðuna fyrir því. Ég hef aldrei keypt þessa hugmynd sem hefur haldið fram að öryggis lína Íslands liggi vígluninu í Úkraínu. Ég hef bara aldrei keypt það. Ég bara veit að við erum inn í öryggissvæði Bandaríkjanna og þannig það bara. Ég að hálfu sammálaður og hálfu ósammála. Ég sammálaður að öryggislínan okkar liggur annars staðar en ég ósammálaður með að við þurfum ekki að huga að okkar eigin vörnum. Ég held að í fyrsta leið hefur Donald Trump sýnt að hann leggur áherslu á það að bara ef hann á að vera með þér í liði að þá þarf þú að sinna einhver svona lágmarksaðgæslu. Hins vegar er ég aldrei sammála því og ég bara setja einhverja tölu og reyna svo bara einhvern veginn að fylla upp í hana. Þú þarf bara að skilgreina, þú ert að byrja á hinum endum, þú ert að skilgreina hvað það sem að við þurfum að hafa í lagi og svo hvað kostar á, hvernig getum við gert þetta þannig að hlutinir séu í lagi, ekki byrja að við ætlum að fara í 1,5% og svo bara hvað getum við tínt til inn í þetta og einhvern veginn uppfyllt þetta með einhverju. Það finnst mér óbúslega skrítin nálgun en ég algjörlega sammála því að við þurfum
að gera ýmsa hluti betur og við þurfum að vera í stakk búin til þess að ef allt fer á annan endan að það þurfi að hafa eitthvað lágmarks viðbragð hérna og ég er ekki að segja að það þurfi að vera íslenskur her en við þurfum einhvern veginn að geta varið svona okkar lykil einingar þá í þann tíma minnstakosti sem það tekur að fá aðstoð annars staðar frá hans að það tekur tíma og ekki búast við því að þú fáir frontline A-lið hinna landana, þú ert að fá C-liðið. Það er líka við erum að skilgreina ógnina sem að stafa sem við stöndum frammi fyrir sem er ekki endilega rússnesk innanlands. Það getur verið önnur atriði sem er meiri ógn á Íslandi. Og ég líka vara við þegar að vera að tala um vinaþjóðir eða like-minded nation eða hvernig sem myndir orðað. Það er engin annar bróðir í leik í öryggismálum. Og það erum við að sjá núna til þess með Bandaríkjunum og klofningum innan NATO. Það er engin annars bróðir í leik. Mér finnst alveg sérstakt að eiginlega sitja undir þessu. Mér finnst það. Það sem þú ert að segja er að því að við... Ég byrst afsökunar verið ekki að tala í meginströmmnum, Já, þú ert bara að tala um Finna, þú ert að tala um Normenn, þú ert að tala um Eystrasaltslöndin, þessi lönd sem eiga bein landamæri að Rússlandi. Og þú ert að tala fyrir því, Gunnar Smári, að vegna þess að við teljumst til Homeland Security í Bandaríkjunum, þá eigum við bara að láta Finna róa. Og við eigum að láta Noreg róa og við eigum að láta Eystrasaltslöndin róa af því að þetta kemur okkur ekki við vegna þess að við erum undir verndarvæng Bandaríkjanna og getum treyst því og þú og þessi nefndir halda fram að við munum bjarga Eystrasaltslöndunum, Póllandi, Finnlandi, við erum ekki að fara að gera það. Ég verð því miður verið að bara benda á það. Við erum ekki að fara að gera það ein og sér sem Ísland en Evrópa og Evrópustóðin innan NATO verður að styrkjast vegna þeirra beinu ógna sem að bandalagsríki, Norðurlöndin, Eystrasaltslíkin standa frammi fyrir. Og það er bara svona, ég bið þig bara aðeins að velta fyrir þig hvað þú varst að segja. Ég heyrði hvað ég var að segja. Þú varst að segja að vegna þess að við getum treyst því að Bandaríkjamenn komi okkur til hjálpar ef að hættastæði að þá sé fáránlegt að við hugsum fyrir því að við erum reyndar jafn mikilvæg staðsetning fyrir öryggi Evrópu eins og Bandaríkjan. Vegna þess að við erum mikilvæg fyrir öryggi Bandaríkjana vegna þess að svokallega hlið milli Grænlands og Bretlands er það svæði þar sem helst er hægt að sjá hvort það séu kafbátar og ferðin og svo framvegis. En þessi svæði hér, hafsvæðin hér í kring, skipta auðvitað líka mjög miklu máli fyrir varnir Evrópu. Og þess vegna snýst þetta ekki bara um það að vera bara ána með að vera undir verndarvæng Bandaríkjanna og láta eins og Norðurlönd og Eystrasaltslöndin og Pólland kom okkur ekki við. Mér finnst þetta svo hæpin afstaða og svo eigingjöld að ég bara bið þig að aðeins að hugsa hvað þú ert að segja. Ég er að segja það að öll lönd skilgreina sína öryggishagsmuni út frá eigingjaldi sinni. Og Írland er til þess ekki í NATO, finnst þetta eigingjald? Öll lönd eru mótið af reynslunni í seinni heimsstyrjöld. Þegar seinni heimsstyrjöld byrjaði þá tóku flest minni ríki í Evrópu þá afstöðu að vonast bara til þess að stríðið færi eitthvað annað, að það kæmi ekki til þeirra. Meðal annars þá stóðu Norðurlönd ekki saman sem leiddi til þess að Stalin réðst á Finnland og Hitler réðst á Danmörku og Noreg og við vorum svo heppin að voru Bretar sem komu hingað og þess vegna er okkar reynsla af heimsstyrjöldteknin að þetta sé nú kannski bara allt í lagi, við græðum bara á endanum. En eftir seinni heimsstyrjöld þá var ákveðið að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir stríð væri einmitt að standa saman vegna þess að stríðið kemur til þín á endanum og eina leiðin til að stoppa það er að stoppa það strax. En þetta er grundvöllur sem liggur á bakvið þessa utanríkisstefnu Íslendinga og nýju öryggisstefnuna er það að við séum að sjá svona dómínóeffekt að Rússland muni hægt og bítandi leggja undir sig alla Evrópu. Ég bara veit ekki neitt sem að í alvörunni trúir þessu. Þú ert að gefa þér alla Evrópu. Mér finnst alveg nóg að Eystrasaltslöndunum standi ógn og Finnlandi standi ógn og Noregi standi ógn og Póllandi standi ógn og þessum bandamönnum standi ógn. Hvert og eitt þessara ríkja stendur mjög veikt eða stendur eitt. Ef hins vegar löndin standa saman og það má segja að það sem er kannski í húfi hérna og við erum í raun að ræða óbeint er eins og Valur að nefna lærdómur sögunar þar sem að
Evrópa annars vegar stofna til nánari samvinnu milli landa sem fyrst var kol- og stálbandalag og síðan Evrópubandalagið og síðan Evrópusambandið til þess að minnka líkurnar á átökum milli ríkja Evrópu sem höfðu verið rótin að heimsstyrjöldinni fyrri og síðar eins og við köllum á svo bjartsýnan hátt. Og síðan var það stofnun Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkin raunar studdu bæði Evrópusamstarfið og voru lykil aðili í stofnun Atlantshafsbandalagsins og hver voru skilaboðin í því? Að Þýskaland myndi ekki herfaðast aftur, að Evrópulönd myndi í raun vera með svona einhvern lágmarksviðbúnað hernaðarlega en myndu njóta skjóls, öryggistryggingar sem að Gunnar Smári réttilega að draga fram að við njótum vegna legu okkar en líka vegna verunar í Atlantshafsbandalaginu. Og það sem að gerast núna á undanförnum misserum og sérstaklega bara eiginlega á þessu ári að skýru skilaboðin hafa verið að skerpast. Evrópa þarf að geta tryggt eigin varnir, ekki hvert og eitt land skili eftir með það eins og þú ert að tala fyrir, heldur Evrópa sameiginlega og þá stöndum við frammi fyrir þeirri spurningu, heyrðu, ætlum við bara að sitja hér í skjóli Bandaríkjanna og treysta því að þau koma okkur alltaf til bjargar, eða ætlum við að taka þátt í NATO, vera hluti líka af þessari Evrópustóð og það er það sem við erum að leggja til í þessari skýrslu. Það sem að Austur-Evrópuríkin, ég ætla að skjóta þín, Austur-Evrópuríkin, þau horfa til þess að Bandaríki geti vendað sig gagnvart Rússum. Þau hafa enga sérstakan áhuga á einhverjum evróskum her eða evróskum öryggisviðbúnaði. Þau vilja að Bandaríkin haldist inn í Evrópu. Þess vegna til dæmis fóru ekkert Austur-Evrópuríki eða ekki fulltrúi Austur-Evrópuríki á fundin í Hvíta húsinu, en það er líka klofningu þar á milli. Þessi hugmyndir hérna í vestrinu að við getum byggt upp eitthvað sem að getur komið í staðinn fyrir vernd Bandaríkjanna, fólki sem býr í austrinu, það hefur engan áhuga á vernd frá Brussel, það er frá vernd frá Washington. Gunnar Smári, kannski höfum við ekki val. Kannski Evrópa, kannski hefur Evrópa ekki val, annarkort ver Evrópa sig sameiginlega, þau eru bara mjög mörg og langt flest í NATO og já bara í miklu sambandi og þú sem talar hér í nafni þeirra, annars vegar þegar þú segir Ísland á ekki að gera neitt til sem að getur talist framlag til að verja aðra nema sjálfa sig og hins vegar þetta segja að Austur-Evrópa styðji ekki það að NATO eflist og Evrópustóð búið sig undir að Bandaríki færi úr NATO. Öll þessi Austur-Evrópuríki voru í hag að samþykja að leggja meira til hernaðar. Öll þessi Austur-Evrópuríki leggja áherslu á að NATO sé samstarfsvettvangurinn en Evrópustóðin þarf að styrkjast, það eru allir sammála um það, annað er bara bull. Þegar ég var í Pólandi þá var fólk á því, bara hvað sem á því að Pólland þurfti að vera undirbúið sem til að standa eitt og það er bara sem Pólverjar hafa lært af sögunni að síðast á brugðust Bretar og Frakkar meðan Þjóðverjar og Rússar réðust á þá og það er bara sem þeir læra af sögunni, þeir eru undirbúin sem standa einir en auðvitað vilja að fá alltaf þá hjálp sem að þeir geta, Bandaríkin eru þetta bestið kosturinn en Evrópa næst besti en síðan undirbúinir undir að vera sinni. En hvað ætlar að segja þessu? Nei, ég segi forsendurnar sem þegar þetta var 75 ára gamlar. Jú. Það er réttar í dag. NATO var stofnað eins og Gáringarnir segja til þess að halda Bandaríkjamönnum inni, Rússum úti og Þjóðverjum niðri. Tvær af þessum forsendum hafa að einhverju leyti breyst. Það er ekki lengur markmið að halda Þjóðverjum niðri, heldur eiginlega allar þjóðir Evrópa að biðja Þjóðverja að vernda sig nánast. Þeir eru þriðastasta hagkerfi í heimi og þeir eru þeir einu sem að geta það. Jú, það er ennþá verið að reyna að halda Bandaríkjunum inni og það er nú ekki alltaf mjög fallegt að sjá Mark Rutte smjaðrað fyrir Trump og en það er ekki víst að það sé lengur hægt og og því langtíma hagsmunir Bandaríkjanna, það að Bandaríkja skuli ábyrgjast Evrópu, varnir Evrópu með miklum tilkostnaði bara eiginlega tilvíðun sem gerðist í kjölfar seinni heimsstyrjaldar. Og áður fyrir þá var, að maður segja að það miklu meiri fasti í bandarískum stefnu að hugsa bara America first og loka sig af. Þannig var alltaf 19. öldina, þeir drógu seint og síðan í fyrri heimsstyrjöld, drógu sig síðan út aftur leiðu þau gátu, þeir tóku ekki þátt í stofnun Þjóðabandalagsins sem að þeir höfðu þó átt hvata að. Þau gerðu ekki neitt þegar Hitler lagði undir sig Evrópu. Það var fyrst þegar Japanir réðust á Perluhöfn og það var Asíumein því að Bandaríkjamenn voru miklu meira að hefta útbreiðslu Japana í Asíu og þetta
það sem að Obama líka vildi gera, það var hann sem fyrst vildi að Evrópa færi meira að auka útgjöld til eiginvarna og tala pivot to Asia, þarna einn mikla áskorun, þannig að það að Bandaríkin skuli, og eins og sumir segja, 300 milljón Bandaríkjamanna sé að vernda 500 milljón Evrópu og frá 150 milljón Rússa, þetta er engin fasti í mannkynssögunni og ekki sjálfgefið að muni halda áfram endalaust og við þvert á móti einmitt vera að presta. Hvernig voru viðbrögð til dæmis þessu drónafluginu yfir Pólland? Í Bandaríkjunum er að halla lítilmennir en þá að lesa þetta fyrsta tweet hans Trump þegar hann sagði here we go, en hann eins og allir sem reyna að semja við Putin, þá virðist hann vera svolítið uppgefinn, Zelensky og Macron og allir hafa reynt og Putin hann er meira að segja er ekki að þykjast. En var þetta bjölluat bara? Putin held ég og ég held það er ekki mikill rússneskur her við landamæri Póllands. Það eru heræfingur núna í Hvíta-Rúss. Líka tilflutningur á herafla NATO að austur. Þannig þetta er stigmögnun í gangi, það er alveg augljóst. Það er náttúrulega eina stærstu heræfingar sem að hafa reyndar verið reglulega. Það eru óvenjustórar, byrjað á föstudaginn og eru í Hvíta-Rússlandi. Og þetta gerist og þessi flygildi koma frá Hvíta-Rússlandi bara örfáum dögum eftir þessar risastóru heræfingar. Og Evrópuríki hafa verið að auka viðbúnað sinn við þessi austurlandamæri. Það er bara nýlegt að Þjóðverjar opnuðu raun eða sem eru með þúsundir hermanna í Eystrasaltslöndunum og núna er verið að NATO að færa fleiri heri þannig að þarna er verið að bregðast við en ég held að bara hér á Íslandi, ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá Val er að því að við höfum ekki beina reynslu af styrjöldum þá er þetta okkur ofboðslega fjarlægt og það er erfitt að tala um þetta og hugsa um þetta og taka það inn að við höfum eitthvað hlutverk annað en að hugsa bara um okkur sjálf í þröngum skilningi. Ég held að við verðum að muna að núna þegar verið að setja spurningamerki við allt alþjóðakerfi, alþjóðalög, sjálfstæði og fullveldi, sérstaklega smárra ríkja, þá eigum við sem smáríki óbáslega mikið undir því að vera í nánum og góðum samskiptum við líkt hugsandi þjóðir og okkar nánustu bandamenn vegna þess að þetta eru viðsjárverðir tímar og þetta erum við að draga svolítið fram í þessari Við erum reynda búin að vera að hlusta á Íslands stjórnvöld flytja þennan boðskap alveg frá innrásinni í febrúar, ég man ekki, 2022. Þannig það er ekki þannig að þetta sé eitthvað svona rödd sem ekki fengið að heyrast. En það sem finnst mér alltaf ánægilegt er að almenningur er spurður að minnst almenningur ekki smitast af þessum svona ákafa stjórnmálastéttarinnar að tala fyrir hervæðingu og... Ég ætla að draga það fram að þvert á það sem þú ert að fullyrða núna hug almennings þá að þú skoðar bara kannanir sem hafa verið gerðar áratugum saman eins og Eurobarometer og afstöðu almennings í Evrópu til aukinnar samvinnu þjóða að þá stóreykst hún eftir innrás Rússa 2022 á Íslandi sjáum við nákvæmlega sama gerast gagnvart Evrópuspurningunni að það stóreykst stuðningur almennings við það bæði að láta aðildarviðræður reyna og að ganga í Evrópusambandið. Hvers vegna? Það er kannski engar einfaldar skýringar en ég held að fólk skynji en ég held að fólk skynji Við getum alltaf að lesa hvað sem út úr svona könnunum. Ég held bara að fólk skynji og þú varst að tala í nafni almennings og ég bara að benda ákveðna staðreyndir sem bendi aðra átt. Ég held að fólk skynji að minni lönd, sérstaklega mjög lítil lönd, þurfa að gæta hagsmuna sinna, þurfa að vera mjög vakandi fyrir þróun í alþjóðamálum og þurfa að vera í nán og góðu samkomulagi og bandalögum við líkt hugsandi þjóðir. Ég ætla bara að segja það að ég styð Evrópusamvinnu í þessum efnum en ég var þó að segja, eins og það segir ekki augljóslega, ég sé engan
svona varnarlegan ávinning í inngöngu í Evrópusambandið en ég skil með aðstæður hvers vegna það notað sem eitthvað en þá held ég að þau þurfa að færa betri rök fyrir því hvers vegna það samstarf sem við eigum við Evrópu núna í gegnum bæði EES í gegnum hernabandalög og annað að það var einhver aukin ávinningur í því að fara í Evrópusambandið. Að öðru leyti finnst mér það, ef ekki hægt að færa almennileg rök fyrir því, að þá finnst mér ekki smekklegt að nota þetta sem eitthvað tálsýn fyrir því af hverju við ættum að ganga í Evrópusambandið. Svo valið sig á milli Evrópusambandsins og Pútín sem svolítið falskt val. Ég held að sé enginn að stilla því upp þannig. Það er einfaldlega bara að vera að benda á það að Evrópusamvinnan að breytast, hún að breytast mjög hratt. Evrópa er raun að svara kallinu með nýrri stefnu sem var sett fram fyrir á þessu ári með 800 milljarða evra framlagi inn í varnir með aukinni samhæfingu á uppbyggingu bæði varnarviðbúnaðar og öðru. Það er verið að í raun beina sjóðum, uppbyggingasjóðum og nýsköpunarsjóðum Evrópusambandsins meira í þessa átt og þó að NATO verði ennþá hjartað og regnhlífin sem að, og það allir sammála það sem að þetta ef við skoðum þetta bara aðeins lagalega að þó ég hafi sagt að alþjóðalög séu í ákveðnu uppnámi núna að ef við berum bara saman 5. grein Atlantshafs sáttmálan sem í raun pólitísk yfirlýsing og síðan lagalega bindandi grein það að Evrópusambandsríki komi hvert öðru til bjargar að þá alveg hægt að sjá fyrir sér þróun í þá átt að slík lagaleg skuldbinding geti nýst okkur ef og þegar til kastana kemur og það að vera við borðið getur bara haft gildi þó svo að þessi umræði sé bara rétt að fara af stað og ég ætla ekki að halda því fram að það sé upp á og endur einhverjar Evrópuumræðu staðan í öryggis- og varnarmálum þá skiptir þetta samt máli. Ég ætla að fullera það að allt þetta sem nefnir hvort sem lagalegt uppbygging sjóða eða hvað sem það þetta væri allt eitthvað sem að væri hægt að taka upp í gegnum núverandi samstarf sem við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin þar sem að við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á hlutina, jafnvel beita neitunarvaldi sem meiri áhrif heldur en við höfum við borðið í Evrópuþinginu eða með eitthvað eitt sæti í ráðinu. Þú veist, ég held að sér fyrir eitthvað af þessu sem að myndi fara þá fram í gegnum Evrópusambandi, eitthvað af þessum þáttum sem þú nefndir, væri ekki hægt að taka upp á grundvelli Evrópusambandi, evrópska efnahagssamninginsins. Það margt sem hægt að taka upp á grundvelli EES en varnar- og öryggismál einn af þáttunum eins og alþjóða tollamál sem utan EES-samningsins. Auðvitað væri hægt að semja það að það yrði hluti EES-samningsins. Ég hugsa eins vegar að það væri dálítið viðurhluta mikið. Ekki mikið eins og að fara í gegnum alla aðlögun að því að ganga í sambandi sem tekur svo mörg ár. En við tökum eftir því. Það þarf ekki að fara yfir lækinn til að sækja vatnið. En ég held að fyrsta skrefið, óháð því hvað fólki finnst Evrópusambandið, sé að gera samning við Evrópusambandið nánara samstarf á þessu sviði eins og Norðmenn og Kanadamenn og fleiri hafa verið að gera. En það undirstrikar að það ekki alveg frómt frá sagt þegar sagt að Evrópusambandið skiptir bara engu máli í þessu heildarsamhengi. Ég held að við varðandi öryggismála því að vera að nefna að við ættum að skilgreina hver væri öryggisógn við Ísland. Og það má benda á til dæmis í Bretlandi og Frakklandi þar sem pólitísk upplausn og það stjórnarkreppa sem ekki hægt að sjá að muni jafna sig í Frakklandi. Það algjör pólitísk upplausn í Bretlandi. Það sömuleyti getum við sagt að svipa Þýskaland tifandi tímasprengja. Þannig eru svona mál sem eru öryggismál sem gætu haft áhrif hér. Það sem að getur orðið umbreyting á stjórnmálum þessara landa sem við ættum að hafa kannski meiri athygli á heldur en það sem við höfum ræða hér. Þetta miður rétt því að spurningin hvað gengur Pútín til og ég held að allar hefðbundnar kenningar
steinefni, efnahagshagsmuni, jafnvel öryggishagsmuni eiga ekkert alveg við vegna þess að Pútín hagar sér ekki samkvæmt neinum hann. Ef hann hefði áhuga á að auðgast persónulega eða auðga þjóð sína þá hann haldið áfram að selja olíu til Þýskalands sem voru mjög ábætasöm viðskipti en hann kominn til aldurs og ég held að sko hann sé með stór plön og drauma og það sem að mótaði hann örugglega var þegar hann var 37 ára gamall og var að vinna hjá KGB í Nýlöndunum í Austur Þýskalandi og sér Sovétríkin hrynja ekki út af vegna árás á NATO heldur bara þau hrynja innanfrá og honum sagt bara að brenna allt gögn og koma heim og fólk rýður upp og þetta eitthvað sem að örugglega mótað hann og hann hefur alltaf í huga að gæti gerst á Vesturlöndum og við erum nánast að sjá það gerast við erum að sjá NATO einhver liti klofna, við erum að sjá þjóðfélögin klofna, við erum sko maka eða hægri populismi, hvað sem við kalla það eins og fasismi var einhver liti alþjóðleg hreyfing sem að alveg galið að þú veist alþjóðleg hreyfing auka þjóðinni sinna en eigi síður þá erum við að sjá öll þjóðfélög tvistast. Til betur fyrir erum við ekki komin mjög langt á þeirri leit hér eða í kosningum í Noregi en þetta eitthvað sem undirliggjandi og Pútín fylgist með og ýtir undir alltaf þegar hann getur með alls konar hætti og hann mun halda áfram að pota bæði utanfrá og innanfrá. En Valur þetta væri þótt að væri ekki Pútín? Það væri já, en hann ýtir undir þegar hann getur og vissulega en líka potar utanfrá og því hann veit alveg að Rússland á ekki möguleika í hefðbundnu stríði ekki einu sinni gegn bara Evrópu vegna þess að hann hefur ekki mannaflan eða peningana í það en hann treystir á það ég held að Evrópa muni falla líka innanfrá og síðan bara heldur náttúrulega potan hvernig það gerist. Við lítum á hin ósköpin sem að gerast í Palestínu og þá hafa íslenskir ráðamenn verið svona gagnrýndir fyrir að tala ekki nógu skýrt þjóðarmorð og Fólk hefur bara verið að krefjast fá aðgerðir, ekki fleiri orð. Það var upplifði ég kröfuna á laugardaginn í síðustu viku. Og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að ef við ætlum að vernda alþjóðakerfið, ef grundvallaratriði fyrir smáríki alþjóðakerfið, dómstólakerfið og Sameinuðu þjóðirnar virki, þá það fyrirbrigði sem hefur grafið mest undan þessu Ísrael og Bandaríkin. Og þú varst að tala að geti verið víka milli vina. Rubio var að lenda í Ísrael núna og lýsir yfir að þrátt fyrir yfirlýsingar Trump að þá sé algjörlega óbreytt samband Bandaríkjanna og Ísrael og það sem svarið þeirra við morðárásunum að senda utanríkisráðherrann á staðinn. Vissulega, það þetta galni stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael ekki fyrir hagsmuna Bandaríkjanna en Ísrael þetta hörmungar palestínumanna og það alveg hræðilegt sem gerist þar á hverjum degi en til lengri tíma litið Ísraelsmenn líka að mála sig algjörlega út í horn með þessum hryllingi öllum og með því að fá alla upp á móti sér og Bandaríkjamenn virðast alltaf styðja þá sama hvað og það mun sennilega bara breytast til lengri tíma litið yngri kynslóð Bandaríkjamanna ekki á sama máli en til skemmri tíma litið virðast Hvað getur við gert? Ég held að það sé bara allir sammála að tímar aðgerða verða að koma í stað bara orða og þar skiptir bara mjög miklu máli að ná sem breiðast í samstöðu meðal þjóða í því og við sáum það fyrir sumar að Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandið sem tók saman skýrslu yfir ein 10 atriði sem að gætu verið næstu skref. Hún tók ekki afstöðu en þetta var svona greining á hvað þetta myndi kalla á, hvað aðgerðið kalla á samstöðu allra sem ekki alltaf fyrir hendi innan Evrópusambandsins, hvað getur veginn meirihluti innan Evrópusambandsins gert, hvað geta þjóðir gert hver sig og við höfum líka séð ákveðið merki, meira að segja Þýskaland lýsti yfir vopnasölubanni sem að út af sögu Þýskalands var stórt skref. Við sjáum þessar þjóðir sem í raun að fylgja í kjölfar Íslands og Svíþjóðar sem að fyrir rúmum 10 árum lýstu við stuðningi við og viðurkenndu sjálfstæði Palestínu að koma núna, Frakkar, Bretar, Kanadamenn, Ástralir og það verður núna mjög fyrirferðarmikið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem leiðtogar heimsins koma saman en það fátt sem hefur grafið undan trú bara venjulegs fólks
og líka þeirra sem í stjórnmálum á alþjóðakerfinu eins og það að stoppa ekki þessar hörmungur, að geta ekki stoppa ég ætla ekki að draga neina fjöður yfir það. Þetta auðvitað alveg skelfilegt og ég held að allir finni til vanmáttar gagnvart þessu, hvað hægt að gera? Kannski þetta kerfi bara fallið. Ha? Kannski þetta kerfi fallið. Það núverandi ríkisstjórn Bandaríkjanna og sumuleyti hafa Bandaríkin verið að draga sig út úr þessu alveg frá 1980. Þannig að sumuleyti þetta kannski bara afleiðing af því. Ég meina Bandaríkjamenn setja refsiaðgerðir á dómara sem að dæma þess að gegn Ísrael. Bandaríkin eru bara virkið í að brjóta niður þetta kerfi. Já, það rétt. Þeir voru hornsteinninn í kerfinu og núna það að draga sig út úr því, þannig að þá alþjóðakerfið að raskast. Þess vegna erum við að ræða þessi mál vegna þess að því miður þá þegar að heimsveldi dregur sig tilbaka, þá verða rústur allstaðar, sennilega stríð allstaðar og það þó verið sem við erum að búa okkur undir. En Ísrael hefur náttúrulega haft út af sögunni svolítið svona einkarétt á því að fara ekki að sömu reglum og allir aðrir. Þeir eru hafa leyfi til að gera hvað sem þegar það leyfi smá saman allt og hægt, en það smá saman að vera tekið af þeim og það kemur ekkert aftur, held ég. Þannig að þessi sérstæða Ísrael, þegar hún farin, þá hún farin og þá Ísrael náttúrulega bara hún hriður kargið. En að fara heim í stríði hérna, svo lítið stríði þannig á þingi. Það var svolítið stríði í sumar og svo þingi kom saman aftur. Það ekki allir búin að leggja stríðsanskan á hilluna. Miðflokkurinn ætlar að vera... En Andrea heldur að verði öðruvísi Sjálfstæðisflokkur undir Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Hún eiginlega að taka flokkinn yfir. Já, ég meina hún formaður flokksins, ég held að hún að skipta út þingflokksformaður í starfsmönnum. Það kom formaður í Samfylkinguna og maður sér heldur betur bragarmun á Samfylkinguna við það og það sama gerst í Sjálfstæðisflokknum. Já, mikið gerist í Sjálfstæðisflokknum og gerist í Samfylkingunni? Já, kannski eru að bera saman epli og appelsínur held ég, en ætla það sé ekki eðlilegt að formaður seti mark sitt á flokkinn. Þetta sumum finnst þessar uppsagnir vera svona kannski umfangsmiklar, það voru stjórnmálaprófessor sagt það. Sumum finnst þarna annarri fylkingunni vera hampað á kostnað hinnar og gagnrýna þá að þetta sé kannski ekki alveg það sem hún sagði standa fyrir sem var í sameining flokksins. Og má ég skjóta inn, það svolítið munur á það þegar Kristrún hérna tekur flokkinn undir yfir, að þá hún að skilja auknu fylgi og fær þar alveg svona meðbyrinn sem að því fylgir. Það á bara ekkert við Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Þannig að hún eiginlega ekki búin, það erfitt að sjá í hvað umboðun að gera þetta. Nei, það líka bara hefur, hvað segja, það hefur ekki, sama stemning myndast eins og með Kristrúnu Frostadóttur. Einhver sagði að þetta væri að Sjálfstæðisflokkur væri svona Jónníar Harðardóttur tímabilinu sínu. Ég veit ekki hvað ég að segja, en flokkurinn alltaf koma út úr rosalega erfiðu ríkisstjórnarsamstarfi sem að hefur pirraði marga og örugglega Sjálfstæðismenn meira en flesta að vera í þessu ómögulega samstarfi með sérstaklega Vinstri grænum og ég hugsa að flokkurinn líður fyrir það að hann mun þurfa að og hefur kannski gott af því að fara í smá naflaskoðun og hugsa hvað hann stendur fyrir og mæta beittari til leiks og ég held að slíkt taki tíma og það tekur tíma líka bara fyrir kjósendur flokksins að fyrirgefa það sem á undan hefur gengið hvort sem að það sé sanngjörn afstaða eða ekki. Dagur getur kannski leiðbeitt ykkur, hann hefur farið út í eyðimörkina í tím Oddnýjar og fleira með mikinn dóm svona þjóðarinnar gagnvart ríkisstjórninni 2009-2013 sem hafði mjög illt orðspor á sér, kannski langt umfram tilefni. En síðan nær flokkurinn einhvern veginn áttum. Hvernig ég alls engin sérfræðingur í Sjálfstæðisflokknum. Ef ég hef einhverja innsýn þá er það meira svona Sjálfstæðisflokkurinn í borginni. Og þar hefur mér ekki fundist þetta að vera tvær fylkingar heldur svona fleiri hópar og mér var nú alveg hugsað til borgarstjórnarflokksins þegar ég fór að kynnast þingflokki Sjálfstæðisflokksins í vor og að því að þú veist, mér finnst talað þetta séu tvær fylkingar, það er ekki endilega tvær, þetta kannski meira svona hópar eða
svona eins og maður upplifið það og ég ætla ekki Siggi nógu sterk fórustar ég átta mikið alveg á því eða hvort að það sé bara ennþá verið að takast svona innan borgarina var þetta það að vera svona takast á það hver hefði umboð til að tala fyrir hönd hópsins þannig leið og oddvitinn sagði eitthvað eða gerði eitthvað og þetta voru margir oddvitar þannig að þetta var ekkert persónlegt hjá þeim að þá stiga einhverjir fram og sagði nei við höfum alltaf verið með þessa skoðun og hinna skoðunna en hérna hefur þess að ekki gengið aðeins betur á undanförnum missurum að standa saman þetta var rosalega einhvern veginn skrítið svona, þegar það var lagt að staði upp á kjörtímabils en maður svona upplifir að þetta sé aðeins meira samstíða núna hins vegar held ég að flokkurinn hefði í ljósi svona hreinslunar með þetta prófkjör þar sem að það raðast einhvern veginn fólk úr sikkur fylkingunum saman og svo lendir í þarna kannski Hildur kannski með hóp á bakvið sig sem að var ekki hópur sem að stuttana. Það er erfitt. Til að halda Hildi og henda hinum? Já, ég aldrei á því að þú að halda einhverju persónu en hins vegar held ég að sé mjög mikilvægt að oddvitin hafi sterkan og samstíðan hóp á bakvið sig og þess vegna hef ég verið að hugsa að kannski væri svona oddvita prófkjör málið bara var það ekki síðast? Það var Eyþór. Nei, það var þegar Eyþór var. Ég held að það gæti svona leyst dálítið úr þessu málum. Oddvitin hefði val að hverja hann takja með sér? Já, allavega mjög sterkar rödd í þeim efnum. Að því að við erum með helsta sakfræðing landsins hérna, sem Valur. Sakfræðing? Já, hann hefur skrifað margar greinar hvað Eitt sem að maður velti fyrir sér, að því ég nefndi hvaða umboð Kristrún fær bara með því að þeirra fylgið eykst og það, fólk eldir bara build and they will come og nothing beats success og allt það. Sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma hann var náttúrulega gríðarlega stórar tjaldbúðir og þær héldu saman vegna þess að saman skilaði flokkurinn öllum þessum fylkingum, öllum þessum hópum árangri. Núna hópurinn ekki að skila árangri og þá eiginlega eðlilegt að hann tvístrist, að enginn ánægður með sína stöðu vegna þess að heildin, það ekkert flagg til þess að sameinast Það sem ég hugsa þarna Hvort við sem að lifa niðurlæginga tímabil til Sjálfstæðisflokksins og því sé alls ekki að vinna. Ég held að það sé ekki fjarri að segja það en það sem ég hugsa bara í þessu við verum í svona smá einhverja Game of Thrones pælingar mér sýnist að það sé svona óhætt að segja að þeir sem voru á slöðurörnum megin að þeir séu að fara út og þeir sem eru að koma inn hafa verið gulla megin. Það sem ég hugsa og Dagur náttúrulega kannski meiri pólitísku klækja refur en ég en svo þetta horfir við mér þá velti ég fyrir mér hvort að hún hafi verið bara nauðbeygð að fara í aðra áttina og vera þar eitthvað með hópa bak við sig sem að hún treystir eða hvort að það hefði verið sterkara að reyna að balansa þessu. Við höfum það í huga Bjarni Ben gerði það einhverju leyti. Hann var með Guðlaug Þór sem ráðherra jafnvel eftir að Guðlaugur fór og bauð sig fram á mótunum eins og Þorsteinn með Davíð með Ég segi það, þannig að báða fylkingar höfðu einhverju leyti sem satt sæti við borðið. Ég hugsa að annarri fylkingun líði ekki þannig akkurat núna. Það sem ég hugsa líka það þegar hún setur allt sitt traust á þessa fylkingu sem að ásamt sína tryggð fyrst og fremst við Guðlaug Þór. Þá hugsa ég bara fram í tíman þegar að kemur landsfundur eftir 2 ár eða eftir 4 ár. Ef að Guðlaugur Þór hugsa svo að hann væri að þetta sé ekki að ganga nógu vel og hann myndi vilja sjá Diljá Mist sem formann eða bara sjálfan sig jafnvel. Þá gæti hann boðið einhvern annan fram og þá myndi Guðrún missa ofboðslega mikið fylgi. Hún myndi ekki sigra. Þannig að ég svona velti fyrir mér bara svona hver taktikinn þarna. Ég held að þetta sé rosalega erfið staða sem hún í og erfitt ákveða og ég bara ákveða að treysta einni fylkingunni og hvað ef hún gæti verið að sá í akkur óvina síns sem var náttúrulega svona biblíulegt mál. Ég skal ekki segja en hún í mjög snúinni stöðu svo mikið víst. Dagur, þú ert öllu vanur í þínu pólitíska ferli framlengt meirihluta ítrekað. Hvað finnst þér þetta sem við erum að tala Sjálfstæðisflokkinn? Skilurðu Guðrúnu? Ég hef bara reynt að passa mig að vera stjórnmálamaður en ekki stjórnmálaskýrandi sérstaklega þegar kemur að öðrum það liðu ár og ár og ár áður en ég einhvern veginn saði frá því að ég upplifði
Sjálfstæðisflokkinn sem marga hópa og það væri bara vafamál hvort það væri stjórntækur í borginni. Þannig að ég ætla nú bara ekkert að blanda mér á mikið í þetta. Ég vona bara öllum gangi vel og út úr því kom einhver svona skýr og uppbyggileg pólitík sem þá hægt að takast á því að þingið eins og var í vor var ekki gott En Valur, getur verið að við sem að lifa hringlunartíma Sjálfstæðisflokksins og það muni bara það er búið að geta af sér Viðreisn, það er búið að geta af sér Miðflokkurinn meir og minna flosnaði Sjálfstæðismenn. Þannig að þetta er búið að hafa gríðarlega áhrif, eitthvað svona niðurbrót Sjálfstæðisflokksins á pólitíkina hingað til. Það gæti alveg haldið áfram. Já, eftir hrundan náttúrulega fór allt flokkakerfið að riðlast og það er ekki alveg búið að lenda ennþá en það gæti jú verið og miður Noreg, nýafståðnar kosningar í Noregi, þá er Høyre sem er systurflokkur Sjálfstæðisflokksins, hann fór mjög illa út úr þeim og Fremskrittspartiet sem að hann er miklu eldri en meira í anda Miðflokksins, hann að sigra þannig að... Og Íhaldsflokkurinn í Bretlandi sem að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf horft mikið til, talandi Guðlaug Þór sem að hann talaði alltaf eins og bara út úr þeim flokki. Þannig að það getur vel verið að við förum öll að bráðum að sakna Sjálfstæðisflokksins og vildum fá hann aftur meðan öllu verri hægri upp taka við. Hver myndi ekki frekar vilja fá breska Íhaldsflokkinn heldur en Farage eða... Herðu, nú erum við að standa þessum sögum. Við ætlum að hætta núna. Af því að öll erum ykkur að dagskrá hér á eftir, persónulega, En Valur, Dagur og Andrea, takk ykkur fyrir komuna. Og Smári, það verða svo umræður hér áfram eftir augnablik. Já, við ætlum að ræða svolítið svona menningarstríð í Bandaríkjunum, skautun og fleira, fá að hinga fólk sem að þekki til málefna Bandaríkjanna en líka einhvern veginn inn í þessari skautun. Það Hulda Þórsdóttir sem stjórnmálasálfræðingur, Margrét Valdimarsdóttir sem afbrotafræðingur, Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Þau eru öll sömul menntuð í Bandaríkjunum og svo kemur Gunnlaugur Jónsson, frumkvöðull, sem hefur svona innsýn inn í svona nýja hægrið, getum við sagt, komið hér eftir augnablik. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is